Aðilar vinnumarkaðarins þinguðu með stjórnvöldum nú síðdegis vegna hugmynda skuldaniðurfellingu. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, við stjórnarráðið. María Sigrún, þessari fundarlotu lokið? Nei, hún stendur ennþá yfir og þetta hafa verið stíf fundarhöld. Hér hafa aðilar vinnumarkaðarins fundað með 5 ráðherrum og mönnum heitt í hamsi og það kannski ekki að furða því hér verið að reyna að finna lausn á einu stærsta vandamáli hér á landi seinni ára. En við náðum tali af Gylfa Arnbjörnssyni, forseta ASÍ, og Steingrími J. Sigfússyni þegar þeir gengu hér út af fyrstu hrinu fundarlotunar í dag. Já, við höfum bara kallað eftir því að vita hvernig eigi að fjármagna það. Við höfum haft miklar áhyggjur af því að ef þá beina þeirri fjárhæð á okkar lífeyriskerfi, þá finnst okkur það vart vera aflögufært til þess. Það myndi því að verulega lækkun réttinda okkar félagsmanna. En að sama skapi höfum við líka veltið með hvað hætti sjá stjórnvöld fyrir sér að framkvæma þessa aðgerð. Það að ræða við stjórn lífeyrissjóðs að nota lífeyrisréttindi til að fjármagna þessa niðurfærslu svona ámóta eins og ræða við bankaráð Landsbankans eða Íslandsbanka eða Arion það að nota innistæðureikningana til að borga skuldirnar í landinu. Þannig að ykkur líst ekki vel á þessa tilhögun? Ég ítreka að menn þurfa að finna leiðina til að fjármagna það, en það enginn sem hefur umboð til þess að ráðstafa eignu lífeyrisþega til annars en að borga lífeyri. Sú aðgerð bara ekki framkvæmanleg. En það enginn sem hefur umboð til þess að ráðstafa eignu lífeyrisþega til annars en að borga lífeyri. Sú aðgerð bara ekki framkvæmanleg. En það enginn sem hefur umboð til þess að ráðstafa eignu lífeyrisþega til annars en að borga lífeyri. Sú aðgerð bara ekki framkvæmanleg.